Tóni Sigurðsson, Tóni, þetta var aldeilis fljúgandi start sem að þú fest í dag með liðið Þór Káa. 1-0 sigur á Íslandsmeistarakandidatum Vals. Vil þetta verið skýjum? Já, ég er gríðarlega hamingjusam með það að ég líti á okkur sem Íslandsmeistarakandidata líka þó kannski aðrir gera það ekki og mér fannst við rauninni vilja þetta meira. Mér finnst stelpurnar sýndu þann ákafa og vilja og dugnað til þess að vinna leikinn og þetta var svo sannarlega frábær liðssigur í dag og það er lögðu gríðarlega mikla vinnu á sig til þess að innbyrða sigurinn og ef maður gerir það í fótbolta þá vinnur maður. Fyrri hálfleikur var rosalega góður og hefðu alltaf getað dottið fleiri mörk. Já, ég er sammála því, Palli, engin spurning að mér fannst fyrri hálfleikurinn mjög góður og við skotið slá til það mynda líka og dauðafæri eru upphafsmínútum leiksins þegar Margrét skýtur rétt framhjá og mér fannst við vera með mjög góðar sóknir og vel ígrundað spil og mjög ígrunduð hlaup og vel útfærða sóknir þar sem við náðum að enda líka með skoti og svo framvegis og svo í seinni hálfleiku vissum við náttúrulega að það yrði örlítið svona lægi kannski pínu á okkur og við ákváðum að leika það bara að þétta eitthvað svolítið raðirnar og fá færi á okkur en að samanskapi halda þessum dugnaði og elísemi út alla leikinn og það var það sem skapaði þennan sigur. Þótt svo að Valur hafi verið meira með boltan í seinni hálfleik þá var aldrei stór hætta á ferðum. Nei, það var aldrei hætta á ferðum fannst mér. Ég hafði pínu áhyggjur á þegar fengu svolítið á hornum en að samanskapi að því þær eru mjög sterkar í föstu leikadröfum. Bæði með góða spyrnumenn og svo er Arnar Sif hrikalega öflug í loftinu en mér fannst við leysa það mjög vel. Bæði vorum við með ákveðin atriði sem til þess að verjast þessu, við vorum búin að ákveða ákveðin atriði en samanskapi bara það er eitt að hafa ákveðin atriði en það er annað að exekjúta það, að klára það af sér og stelpunum það sem þeir gerðu í dag, það kláruðu hlutina af sér rosalega vel og ég er bara virkilega stoltur af þeim. Þannig að þú hefur greinilega náð að gíra þér vel upp í þetta og nú er svona fljúgandi start og þeir að fá svo Breiðablik stress eftir helgi og það er líka öflugt lið þannig að nú er að passa sig. Já, engin spurning og mótið vinnst náttúrulega ekki í fyrsta leik á heimavelli en við bara samt sem áður byggjum á þessu og við hljótum að koma inn í næsta leik með pínu sjálfstraust, það er að segja svona sjálfstraust, við vorum að vinna hörku gott lið en að samskapi þurfum allir að halda sér á jörðinni og vera bara tilbúin að leggja sömu vinnu á sig og það er ekki bara í leiknum sjálfum heldur hafa stelpurnar lagt gríðarlega vinnu á sig líka á æfingum og andlið þátturinn hefur skipti sköpum að mörgleiti hjá okkur og við vinnum vel í honum og þær bara að gera mjög vel, ég er mjög stoltur af þeim. Þetta náttúrulega gefur býr undir báða vængir, svona leikur. Já, engin spurning, ég meina ef þær geta verið rosalega ánægðar með sig í dag og ef þær eru það ekki þá var eitthvað en samanskapið þá bara byrjum við strax á morgun að einbeita okkur á næsta leik því að mótið eru 18 leikir og það eru þá svolítið að leikjum eftir og það þarf að hugsa þetta almennilega og gera þetta almennilega út alla leikina, það þýðir ekki að horfa tilbaka þegar við lendum aftur í fjórðasætinu og hugsa við hefðum kannski átt að gera betur eftir valsleikinn þegar núna þurfum bara að spýta í lófana og halda áfram og bæta við því að við getum svo sannarlega bætt við en ákveðnum hlutum en svona baráttu vinnu sem það er vinnuleikir. Þrjústigin eru okkar og við þykjum það aldrei með þökkum. Engin spurning, við tökum það með okkur og verum mjög ánægð með það og fögnum því í kvöld og svo morgun byrja vinnan fyrir næsta leik. Tóni, farðu og fagnaðu og farðu svo í vinna á morgun. Já, takk fyrir það. Takk fyrir gangið vel. Það sem er leist, takk.